og fjarska gaman eftir Hjalta Bjarnason. Takk og fjarska gaman, Freyjukettir norræn menning, fyrsta útgáfa 2010 og svo ISBN. Tak smíðar oft eldflaugar. Hann ferðast svo mikið út í geiminn í gamni sínu. Hann var bara krakki þegar hann smíðaði þessa flaug. Þetta er gömul mynd. Þetta var fyrsta flaugin sem Tak gerði og hún var ekki nógu örugg til að ferðast í. Hér er önnur gömul mynd af Taki þegar hann var lítill. Hér er Tak með geimveru af annarri stjörnu að reyna að smíða sér góða flaug. Forvitna veit allt þetta. Hún veit að Tak er svo fjarskalega tækjaglaður náungi og að krakkarnir á jörðinni sjá Tak í sjónvarpinu og geta lesið bækurnar afrek hans og tilraunir. Hér er til dæmis eldflaugin sem nornin var svo hrifin af. Þótt hún væri að kvarta yfir flugvélunum, þessum skrýmslum sem Tak var að fylla allt af, eins og hún orðaði það, stór hættulegt að vera norn. Nornina langaði svo til að ferðast út fyrir úróm, þangað sem kústurinn hennar kemst ekki. Forvitna veit allt þetta. Hún hefur svo mikinn áhuga á öllu sem Tak gerir og ætlar að verða uppfinningamaður þegar hún verður stór. Hér er Tak í stjörnukíki pabba síns. Það eru alls konar linsur í sjónaukanum sem geta gert fjarskalega litla hluti stóra. Svo Tak getur séð stjörnur sem eru pínu litlar. Þetta þykir forvitnu sérstaklega forvitnilegt. Forvitna geimveran veit líka að Tak á þennan stjörnukíki. Forvitna geimveran er hrifin af að Tak er alltaf að finna upp eitthvað nýtt. Forvitna vill prófa allt. Og auðvitað langar forvitnu til að fara í geimferð. Nú ætlar Tak einmitt að skreppa í smá túr út fyrir Uróm. Forvitna spyr Tak hvort hún megi koma með. Mér langar svo til að verða fjarska lítil, segir hún við Tak. Flestir krakkar hlakka nú til að verða stórir, hugsar Tak. En þetta er einnar geimveru geimfar, svo Tak fer einn í þetta sinn. Tak segir að hún megi koma með seinna í 2 sæta diskinum. Forvitna horfir á Tak fara út í geiminn. Fyrst er eldflaugin stór, svo minnkar hún og verður lítil. Forvitna geimveran getur séð hana minnka og minnka. Þetta þykir henni mjög svo forvitnilegt. Og er mikið að reyna að finna út hvernig þetta gerist. Fjarskalega lítil, kemst svo milli 2 fingra, flaugin kemst fyrst milli handana á henni. Loks sést hún ekki. Forvitna skilur ekki hvernig Tak getur minnkað svona. Hana langar svo til að prófa þetta. Hún er bara svona óskaplega forvitin að eðlisfari. Tak smíðar 2 geimvera disk.
forvitna getur komið með í þetta sinn. Þau setjast inn í geimskipið og fara svo af stað. Þau fljúga lengra og lengra. Forvitna alltaf að bíða eftir því að þau minnki og verði svo ósýnilega lítil. Hún spyr Tak, hvenær verðum við lítil? Fjarska lítil? Tak skilur ekki spurninguna. Forvitna útskýrir fyrir honum að hana langi svo til að verða lítil eins og hún sér Tak verða þegar hann fer langt út fyrir rúm. Þá sýnir Tak henni út gluggann á diskinum hvernig stjarnan þeirra sýnist lítil núna, vegna þess hve langt í burtu þau eru komin frá henni. Forvitna getur sett stjörnuna vera milli handan á sér, svo á endanum milli tveggja fingra á sér. Hún nú fjarska lítil. Minnkaði þá stjarnan núna? Spyr forvitni farþeginn. Hefði ég þá minnkað ef ég hefði ekki farið með þér? Tak útskýrir fyrir forvitnu hvernig hlutir í fjarlægð sýnast litlir og hvernig blámi og roði myndast vegna mismunandi bylgjulengdar liturófsins. Hvernig roði kemst lengst í gegnum lofthjúp. Forvitnu þykir leiðinlegt að verða ekki lítil, því hún var búin að hlakka til þess. Svo þau snúa við heim. Þá stækkar stjarnan þeirra, þar til hægt að lenda á henni. Forvitna ekki viss hvort henni finnast geimferðir skemmtilegar eða ekki. En það var mjög forvitnilegt að sjá hve allt minnkar í fjarlægð. Fjarskalega forvitnilegt. Jú, þetta var nú fjarska gaman, Tak. Nú skil ég miklu meira en ég gerði. Forvitna heldur því áfram að vera forvitin og vill vita allt mögulegt hin ýmsu fyrirbæri sem fyrirfinnast í veröldinu okkar. 30 taksögur, barn semur handa börnum.